Hús Fílsins taílenskur matsölustaður sem opnaði sumarið 2017 á Eskifirði. Staðurinn á gamla Sæbergssvæðinu og því tilvalið að setjast niður utandyra og njóta útsýnisins yfir Hólmanes og Hólmatind. Það eru hjónin Sigríður Rósa Finnbogadóttir og Völundur Þorgilsson sem eiga og reka staðinn. Það svona gamall draumur sem við létum rætast af því að við náttúrulega elskum mat og vinnum mikið í kringum mat. Okkur langaði að opna stað sem hefði sérstöðu. Þetta þjóðlegur taílenskur matur. Það er ekki amerikaniseraði eða Evrópu og það til dæmis það sem glatt okkur alveg óskaplega mikið var það að það nota ekki sykur nema í mjög litlum mæli hvítasykur. Það nota pálmasykur og það svolítið önnur ella. Það líka með annað, við flytjum allt kryddið beint inn frá Taílandi sem að það segja það sé miklu betra, þá fáum það fest og það bara laupur sem það mylja niður og svona. Þannig að við erum eiginlega mjög ánægð með hvað við höfum náð í að þetta sé svona náttúrulega gott, þú veist. Nú eru þið matreiðslumaður og þjónn og hefðu nú vel geta séð svona veitingastað en þið leggið á ykkur að fara út og kynna ykkur þennan menningarheim til þess að opna þennan stað. Já, ég prófaði eins svona eldaferðar vorrúllur af því við vorum alveg tímaþröng og ég get alveg sagt okkur að hún var ekki ánægð með mína eldamennsku kokkurinn. Það var búin að elda mikið og hún sagði að þetta ekki nóg gott bara. Það var alveg skýrt í okkar huga, þetta átti að vera ekta taílenskur matur og við fáum þessar yndislegu konur tvær sem að kunna þetta alveg rétt upp á 10 fingur. En það ekki bara hús Fílsins sem þau hjón eiga, heldur einnig kaffihúsið á Eskifirði sem þau eru búin að eiga í lengri tíma, en Sigríður var þar starfsmaður áður en þau keyptu staðinn. Greta sá sem var skipstjóri á Jóni Kjartansinni, átti þann stað og ég byrjaði að vinna í honum og eftir 2 ár vildi Greta selja og hann sagði ég ætla bara að selja ykkur tveimur þennan stað og það var alveg með þá á hreinu. Og við létum frestast. Og hann hefur verið að byggja skemmtilegu kaffihúsi fínn staður, og við erum með góðu tengsli við allt fólki hérna í bæjarfélaginu sem líka rosalega dýrmætt. Og krakkarnir, unglingarnir, þau eru rosa góð við okkur og við gætum ekkert verið að hafa opið til 3 á nóttunni ef þetta væri einhverju krakkar sem væri ekki hlint okkur eða hliðáll okkur. Með þetta unga fólk hérna, það heldur tryggð við okkur og við metum það. Þau meta hvernig við komum fram við þau og við hvernig þau koma fram við okkur. Og það verið svona stundum eins og svolítið og amma, Já. Ég meina strákarnir með að koma og leggjast í sófann og jafnvel sofna og horfa á fótboltann, þú veist. Það illa fyrir kall. Við erum ekki að gera neina athugasemd við það, þannig að. Við erum með þarna upp á loftinu, svona VIP. Það eru sófar og sjónvarp. Þetta mjög vinsælt fyrir boltann. Þetta skiptir líka máli að vera ekki bara að gera eitthvað fyrir ferðamannin heldur að vera í tengslum við heimamannin sem jú þau sem að sækja staðinn hvað mest. Já, það var reyndar ekki svo mikið ferðamann þegar við byrjuðum hérna. Þannig að, og við lítum þannig að við reynum að vera með eitthvað fyrir allan aldurshóp, veist. Við reynum að vera með góðtölutur, þannig að við fáum fjölskyldufólk inn í góðtölutur einu sinni í mánuði og finnst það mjög skemmtilegt og við höfum líka prófað að vera með svona smá réttar hlaðból eitthvað svo lista því þau hafa verið að spyrja hvort þau getum ekki stundum verið með eitthvað annað og það bara mjög gaman hvað fólk tekur vel í þetta og mætir á svæðið og fólk talar kaffihúsi eins og það á kaffihúsi, veist. Kaffihúsi okkar, veist. En við erum búin að reyna að breyta nafn á kaffihúsinu af því að við höfum oft lent í vandræðum, þetta ekki kaffihús. Þetta ekki kaffihús, nei? Nei, þetta ekki kaffihús og þarna sérstaklega í sumar þar sem var svo gott veður og mikið af íslensku ferðamönnum að koma á og þau voru að koma inn til þess að fá sér kaffi og allavega kökur og brauð og svona. Við eigum alltaf köku í sumari en þetta ekki kaffihús með nýtt úrval, veist. Þannig að þetta hefur svona villandi, já, þetta villir fólk, veist, og eins líka náttúrulega ef útlendingar skilja þetta, viltu gista á kaffihúsi? Kannski ekki. Þannig að við erum að reyna að breyta þessu og við gerum svona samkeppni í vetur. Fengum fólk til þess að gefa okkur hugmynd að nýju nafni. Það var náttúrulega svo að Tindurinn. Já, þannig við erum svona að reyna. Það var alltaf valinu, Tindurinn. Því það flott að vera á toppnum, en það ennþá betur að vera Tindurinn. Þannig að við tókum það. En við neyðust til að hafa kaffihúsið Eskifirði áfram sem vegna gistiheimilisins. Við neyðst ekki til þess, við fórum ekki að breyta. Ef við breytum, þá hugsar fólk það komið nýr eigandi eða eitthvað. Hérna eins og talar útsýnið, hérna
gríðarlega fallegt útsýni. Útsýni hérna, alveg dásalegt og til þess að voru, þetta er bara ævintýri að vera hérna og fylgjast með börnunum þegar það byrja að stökkva í sjóinn og strákarnir að fara út á litlu bátunum og það að vera að veiða hérna. Fyrir mig sem er fædd og uppalinn í Reykjavík þá finnst mér þetta stórkostlegt. Ég hef aldrei trúað því, ég myndi fíla þetta svona, að búa svona stað, en mér finnst þetta alveg stórkostlegt.